kemur það fyrir þig að þér finnst þess að þú hafir ekki hugmynd hvað þú ert að gera, þér finnst þú ættir sennilega bara að vera að gera eitthvað annað og það hljóti bara að vera tímaspursmál hvernig einhver kemur, pikkar í öxlina á þér og bendir þér á að þú sett loddari. Það er sko að það er fullkomið, ég er að taka þetta sannlega upp akkurat þessa klippu í svona 5. skipti. Ég get aldrei munað eftir að íta á record. Þá erum við pínlítið á sama báti sko. Eða, svo er það hitt, ertu kannski típan sem að finnst þú ekki geta gert mistök, sérst algjör sérfræðingur í öllu sem þú tekur fyrir hendur og sérst eiginlega bara fullkomin í alla staði. Það er spurning. Intro. Ég er hérna í gamla bænum eða þorpinu í miðjunni á Keflavík. Það gefur efni þessa vídeós kannski ekkert beint við en mér finnst bara voða gaman að koma hérna. Fallegt svæði, fallegur svona blettur í miðjunni á bænum. Gömul svona uppgerð hús, hellur á götunum, svona gamlir flotti ljósastaurar, svona uppgerð grindverk, bara voða svona notalegt svæði og gaman að koma bæði á sumrinu og veturna. Myrkri og birtu. Þetta er voða svona notalegt svæði. En það tengist ekki efni þessa vídeós alveg beint. Það sem ég er búinn að vera að hugsa, nú labba ég og fríka fólk út það með vídeoblogginu mínu daginn. Það sem ég er búinn að vera að hugsa svolítið og velta fyrir mér er svona hvað ég ætti að taka fyrir í vídeobloggum sumarsins. Hvað ég ætti að gera í sumar. Og svona ein hugmynd sem er virkilega búinn að fá svona grassera í höfðinu á mér er svo að mér langar svolítið. Og það kannski, má segja, þessi gamli partur af bænum tengist því eitthvað. En mér er búið að langa svolítið að fara Reykjanesið og Keflavík og svona, ef að segja svæði sem er kannski svona í einhverja 15 km radíus í kringum Keflavík. Og skoða áhugaverða staði og svona bara segja frá því sem fyrir augu ber. Einhverja staði sem mér finnst geta verið áhugavert fyrir gesti að sjá, bæði fyrir sko innfædda Íslendinga sem og erlenda gesti. En þá sem ég fór að læðast að mér svona einhver efi. Af hverju ætti ég eitthvað að vera að segja frá þessu? Ég meina, hvað veit ég um þetta? Ég er ekki svona ættaði hérna nesinu sko. Þannig að mikið af fólki og fullt af fólki sem veit bara miklu meira um þetta og því hvað ég er eitthvað að trana mínum skoðunum á þessu fram. Já, það er nú það sko. Hins vegar Þetta var mágur. Hins vegar hlýtur að vera algjör staðreynd þegar ég fór svona að velta þessu fyrir mér og komst ég að þessu að það er náttúrulega algjör staðreynd að það er enginn sem getur sagt frá þessu eða frá mínu sjónarhorni nema ég. Þannig að auðvitað á ég bara fullt erindi með að segja það sem ég finnst. En þetta gefur svolítið inn á þetta sem ég var að tala um í byrjun, þetta skemmtilega hugtak, impostor syndrom, sem ég veit ekki alveg hvað heitir á íslensku en ég ákveð bara að kalla loddaraheilkennið. Það er ábyggilega til eitthvað fagheiti yfir þetta. Þetta er eitthvað sem að sálfræðingar þekkja og er búið að þekkt í áratugi. En það gengur svolítið út á þetta og þetta er svolítið áhugavert og ég hef lengi haft áhuga á þessu konsepti. Nú kemur aftur upp, ákveð ætti ég að vera að segja eitthvað frá impostor syndrom. Ég meina, það er þetta fullt af fólki sem er miklu kvalifikaseraðara heldur en ég til að segja eitthvað frá þessu. En allavega, impostor syndrom gengur svolítið út á þetta. Mikið af fólki, oft á tíðum bara mjög hæfu fólki sem hefur það einhvern veginn á tilfinningunni að þeir séu einhverja loddarar, hafi ekki það sem til þarf, séu ekki nógu góð í því sem þeir að gera. Þetta er svona dæmigert á vinnustöðum sko. Fólki finnst einhvern veginn eins og jafningjarnir í kringu það hljóta að vera bara miklu hæfari og færari og betri í öllu heldur en þau sjálf. Þetta er víst merkilega algengt og mun algengara heldur en fólk gerir sér grein fyrir og þess vegna kannski áhugavert og vert að hafa í huga að ef fólki líður svona þá er það sko ekki eitt um það, þetta er bara hreinlega út um allt. Hitt er það er eitthvað maður sem fór bílinn sinn held ég eða eitthvað að hlusta á ABBA tónlist. Ég er að vona að hún heyrist ekki vegna þess að ég hafi eitthvað kannski á móti hann sem hlusta á ABBA tónlist, heldur bara vegna þess að þá fæ ég copyright hitt á vídeóið hjá mér. En allavega, það er svona hvað var ég að segja, já, impostor syndrom, já, merkilega algengar á vinnustöðum hjá konum en körlum skilst mér, sem kemur auðvitað ekkert óvart,
konur búið við það að vera bara í menningu þar sem að stöðugt að segja þeim að það sé ekki nógu góðar. Það kemur ekkert óvart að þær finni meira fyrir svolítið en kallar. En þetta allavega, mér finnst þetta mjög áhugavert svona koncept að hafa í huga í hvert skipti sem maður horfir í kringum sig og finnst náunginn vera betri og hæfari og allt þetta heldur maður sjálfur að það sennilega impostor syndrom sem þar að verki. Síðan ánsöðu þetta svona andstæðu sem ég veit ekki hvort þessi eiginlega andstæða, mér finnst allavega að vera svona eiginlega andstæða við impostor syndromið sem þetta svo kallar Dunning-Kruger áhrifin. Mér finnst það svolítið forvitnilega líka. Þau eru svona eiginlega alveg á hinum endanum og hinn hliðin á peningnum þar sem við erum að tala um það að fólk sem bara algjörlega vanhæft fullkomlega sannfært eigið ágæti. Fullkomlega sannfært að það sé bara viti allt og geti allt og sé perfekt Og þetta ásöðu þetta bæði saklausar og bara ekki eins saklausar birtingarmyndir. Dæmigerða svona saklausa útgáfan af svona Dunning-Kruger áhrifunum þið vitið vinurinn af félaginn sem að fyrir að kynna sér eitthvað að prófa eitthvað nýtt og skyndilega alltaf orðinn algjör sérfræðingur. Og það til eitthvað svona skemmtilegt graf sem sýnir ég held að sé með sem heitir Mount of Stupidity sem svona eiginlega toppurinn í byrjun þar sem við höldum við séum algjöru snillingar og síðan svona áttu okkur eftir því sem álíður. Flest okkar allavega. Og þetta í rauninni umorðað í þessu dæmigerða orðatiltæki sem við heyrum alltaf talað sem því meira sem þú lærir því betur veist að þú veist ekki neitt. Það svona svo sem að svolítið að taka á þessu sama Svo eins og þetta sakleysilega útgáfan, svo þetta til hættulega útgáfan líka sem eiginlega megalomaníski aðilinn sem að heldur að hann sé bara geti allt og viti allt og sé bara bestur og það kannski dæmi hann í einhverjum stórum þjóðarleiðtogum útdags. I'm very highly educated. I know words, I have the best words. En það svona andstæðan, það þessi Dunning-Kruger áhrif sem mér finnst eiginlega jafn áhugaverð, ef ekki áhugaverðari heldur en impostor syndrom. Annars hef ég svo sem ekkert meira þetta að segja en ekki það, en ég held alltaf að ég ætla að láta verða af þessu. Ég ætla ekki að láta impostor syndromið hafa áhrif á mig og ég ætla ekki að láta að stoppa mig og ég ætla að reyna að gera allavega nokkur vídeó í sumar þar sem ég ferðast og skoða staði í nágrunni sem ég finnst áhugaverðir og endilega ef þið eru með uppástungur á stöðum þá bara smellið þeim í kommenti til neðan, þá þið vita að það væri gaman að fá uppástungur. Það alltaf skemmtilegt gaman að koma út það er gott veður. Dásamlegt vorveður Þetta sé ekki þessi 5-6 dagar að góðu veðri sem við fáum í sumar þetta sé ekki að ganga yfir núna. Skilst að ég að kólna aftur eftir nokkra daga. Sem þetta gott í bili. Bara muna lokum, likea, subscribea, íta á notification bjölluna, allt þetta sem fólk segir. Eða dislikea ef þið viljið, þið vitið, það má líka alveg, það er allt í lagi. Allt í lagi Impostor syndromið stoppa mig ekkert frá því að finnast það allt í lagi. Og kommenta. Sjáumst næst.